Og það sem við gerum að við stillum upp svokölluðu aðhvarfsgreiningarlíkani. Og aðhvarfsgreiningarlíkani skrifum við svona að við teljum það að svarbreytan okkar, y, sem eitthvað slembin, henni megi lýsa með jöfnu beinna línu þar sem við erum með einhvern skurðpunkt og einhverja hallatölu sem er margfölduð við skýribreytuna og svo erum við með einhverja óvissu í mælingunum, það er að segja að það er eitthvað líka slembið við stærðina y. Markmið okkar er fyrst og fremst að meta gildið á þessum tveimur stikum, beta 0 og beta 1, það er að meta hver er skurðpunkturinn og hallatalan, hver er jafna þessarar línu sem að lýsa sambandinu og aðferðin til sem við notum til þess að meta hver við höldum að skurðpunkturinn og hallatalan sé, kallast aðferð minnstu kvadrata. Og aðferð minnstu kvadrata er eftirfarandi að við erum búin fyrir mælingarnar okkar á x-breytunni og y-breytunni, ef við vitum meðaltalið og staðalfrávikið á skýribreytunni og við vitum meðaltalið og staðalfrávikið á svarbreytunni og við vitum þar að auki fylgnina milli breytanna tveggja. Þá er hægt að meta hallatölulínunar með þessari jöfnu að hallatalan er einfaldlega fylgnin milli svarbreytunar og skýribreytunar sinnum hlutfallið að staðalfráviki svarbreytunar deilt með staðalfráviki skýribreytunar. Fylgnin sem er hlutfall þessara staðalfrávika, það er matið okkar á hallatölunni. Við metum skurðpunktinn með meðaltali svarbreytunar mínus þessu mati sem við vorum að reikna út sinnum meðaltal skýribreytunar. Það er skurðpunktur okkar. Þau erum búin að meta hallatöluna og skurðpunktinn, þá erum við komið í jöfnu aðhvarfslínu minnstu kvadrata að við teljum að þetta sé matið okkar á línunni sem að lýsa sambandinu best. Komum hérna dæmi. Hugsum okkur að við séum áfram með sama dæmi áður þar sem við ætlum að meta hversu mikið rúmmál á timbri fæst fyrir tré með eitthvað tiltekið ummál. Og hugsum okkur að við séum búin að reikna þessar stærðir sem við þurftum að nota. Við þurftum að vita hvað verður meðaltal á staðalfrávik skýribreytunum minnar sem er ummálið og ég veit líka meðaltal og staðalfrávik á svarbreytunum minni sem er rúmmálið á timbri sem kemur út og eitt fylgna milli breytanna tveggja. Þá er hallatalan metið með fylgninni sem er hlutfallinu þessum tveimur staðalfrávikum og það er fylgnin 0,97 sinnum hlutfallið af staðalfráviki svarbreytunar deilt með staðalfráviki skýribreytunar. Þetta meti hérna sem 5,03. En hvernig metum við þá skurðpunktinn? Jú, skurðpunkturinn er metið með þessari jöfnu, það er meðaltalið af svarbreytunni mínus matið sem vorum að reikna út sem er meðaltalið af skýribreytunni. Og hvað er það hjá okkur? Jú, það er þá meðaltalið af svarbreytunni mínus gildið sem vorum að reikna út sem er meðaltalið af skýribreytunni og þá er það þessi stærð hér. Svo jafna mín er mínus 36,48 pluss 5,03 sinnum x. Þetta er jafna línuna sem vorum að skoða áðan. Þetta er jafnan fyrir þessa línu hér. Þetta var allt sem við ætlum að segja í þessum hluta.